Komið sæl, ég býð ykkur velkomin hér á 25. fund sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar sem haldinn í þinghúsinu á Breiðumýri. Nokkuð sem gerir athugasemd við fundarboð? Svo ekki. Áður en gengið til dagskrár þá óskað eftir því að 2 mál verði tekin fyrir með afbrigðum í dag. Það ályktun starfsmanna Þingeyjaskóla, einhver sem mótmælir því, svo ekki. Seinna málið trúnaðarmál, get ég fengið viðbrögð þeir sem samþykkja að það verið tekið fyrir sem síðasta mál á fundinum í dag. Það samþykkt, takk fyrir það. Og þá göngum við til dagskrár. Þetta semst aukafundur í dag. Og fyrsta mál á dagskrá í dag, það lögð fram ályktun frá starfsfólki Reykjahlíðarskóla þar sem þau lýsa sig einróma samþykkt tillögu fræðslu- og velferðarnefndar að 9. bekkur Reykjahlíðarskóla haldi áfram skólagöngu sinni alla daga í Þingeyjaskóla. Telja starfsmenn þessa ákvörðun góða fyrir nemendur þar sem þeir hafa myndað góð tengsl við nemendur og starfsfólk Þingeyjaskóla. Og þetta lagt hér fram, einhver sem vill taka til máls? Svo ekki. Þá lagt til að bókun hljóði sem svo: sveitarstjórn þakkar starfsfólki Reykjahlíðarskóla ályktunina. Og þeir sem geta samþykkt það, og það samþykkt, takk fyrir það. Annað mál á dagskrá í dag. Nei, það ekki þetta mál. Það var frá Reykjahlíðarskóla. Já, það þetta, já. Og það í svipuðum anda og fyrsta mál, það ályktun frá starfsfólki Þingeyjaskóla og sem lagt hér fram. Lögð fram ályktun starfsfólk tónlistar- og grunnskóladeildar Þingeyjaskóla þar sem þau lýsa sig meðmælt þeirri tillögu að nemendur 9. og 10. bekkja ofan úr Mývatnssveit verði nemendur Þingeyjaskóla næsta skólaár og sæki þar fullan skóla. Mikilvægt að nemendur upplifi sig sem eina heild og hluti af því að vera á einum stað, það ekki tvískipt. Einnig kemur þetta inn á jafnræði milli allra nemenda og foreldra þeirra. Fundurinn telur nauðsynlegt að nemendur verði það að fullu ljóst og að þeir geti treyst á að þeir séu nemendur Þingeyjaskóla með þeim skyldum og réttindum sem því fylgir. Því sé best að nemendurnir séu alfarið á forræði Þingeyjaskóla ef áframhaldandi óskar að Þingeyjaskóli taki við nemendum 9. til 10. bekkja ofan úr Mývatnssveit. Og þetta hér lagt fram. Einhver sem vil taka til máls? Og svo ekki. Þá lögð til eftirfarandi bókun: sveitarstjórn þakkar starfsfólki Þingeyjaskóla ályktunina. Og þeir sem geta samþykkt bókunina vinsamlega skefið merki. Og það samþykkt samhljóða, takk. Þriðji dagskrárliður í dag, það erindi til sveitarstjórnar frá foreldrafélagi skólanna í Mývatnssveit. Og það lagt fram bréf frá stjórn foreldrafélags skólanna í Mývatnssveit, dagsett 12. maí síðastliðinn. Þar lýsa þau meðal annars áhyggjum sínum að mönnunarvanda skólanna í Mývatnssveit og skorti á íbúðarhúsnæði. Einnig benda þau á leiksvæði við leikskólan YL þarf að stækka og bæta og ekkert leiksvæði fyrir börn sé að finna í Reykjahlíðarþorpi. Einhver sem vill taka til máls hér? Og svo ekki. Þá lagt til að bókun. Eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn þakkar foreldrafélagi Reykjahlíðarskóla fyrir erindið. Mönnunarvandi í leikskólanum YL hefur verið viðvarandi undanfarin ár og því miður
hefur ekki tekist að manna þær stöður í leikskólanum þrátt fyrir að störfin hafi verið auglýst á landsvísu. Hluti vandans hefur verið húsnæðisskortur en fyrirsjáanlega talsverð aukning á íbúðarhúsnæði í Reykjahlíðarþorpi með nýbyggingum sem eru í undirbúningi. Einnig hefur sveitarfélagið leitað eftir samstarfið heimafólk tímabundna útleigu á húsnæði og líkur á að þar fáist tímabundin lausn meðan byggt er. Leiksvæði barna og næsta umhverfi skólana í Reykjahlíð þarf að skoða frekar og verði nýjum starfsmanni umhverfis- og framkvæmdasviðs falið að skoða svæðin og gera tillögur að úrbótum. Og þeir sem geta samþykkt þessa bókun gefið merki, það er samþykkt samhljóða. Og þá er það 4. dagskrárliður og það er fundargerð fræðslu- og velferðarnefndar frá 9. fundi nefndarinnar, lögð fram til kynningar, fundargerð 9. fundar fræðslu- og velferðarnefndar frá 27. apríl og var fundinum framhaldið 4. maí. Afgreiðslu fundargerðarinnar var frestað á 24. fundi sveitarstjórnar þann 11. maí síðastliðinn. Fundargerðin er í 9 liðum og það eru liðir númer 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 sem þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Aðri liðir, sem er nú vist bara 1, eru lagðir fram til kynningar. Og þá förum við í 1. dagskrárlið fræðslu- og velferðarnefndar og það er varðandi skóladagatal. Það lögð fram til samþykktar skóladagatöl grunnskóla Þingeyjarsveitar, A. Reykjahlíðarskóla, B. Þingeyjarsskóla og C. Stórutjarnaskóla. Niðurstaða fræðslu- og velferðarnefndar var að nefndin samþykkti skóladagatöl skólana fyrir sitt leyti. Einhver sem vil taka til máls undir þessu lið skóladagatöl grunnskóla Þingeyjarsveitar? Svo er ekki. Þá er lagt til eftirfarandi bókun: Sveitarstjórn staðfesti skóladagatöl grunnskóla Þingeyjarsveitar. Og þeir sem eru samþykkir, það er samþykkt samhljóða. Takk. Þá förum við beint í lið númer 3 sem þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Þar eru lögð fram drög að reglum innritun barna og skólavist í grunnskólum Þingeyjarsveitar. Einhver sem vil taka til máls undir þeim lið? Svo er ekki. Þá er lögð til eftirfarandi bókun að sveitarstjórn samþykki reglur innritun barna og skólavist í grunnskólum Þingeyjarsveitar og felur verkefnastjóra fjölskyldumála birta þær á heimasíðu sveitarfélagsins. Þeir sem geta samþykkt þessa bókun gefið merki og það er samþykkt samhljóða. 4. dagskrárliður fræðslu- og velferðarnefndar varðar skólaakstur í Þingeyjarsveit. Þar eru lögð fram drög að reglum Þingeyjarsveitar skólaakstur. Einhver sem vill taka til máls? Svo er ekki. Lögðu til eftirfarandi bókun: Sveitarstjórn vísar drögunum til nefndarinnar til frekari útfærslu. Og þeir sem geta samþykkt þessa bókun gefið merki og það er samþykkt samhljóða. 5. dagskrárliður hjá fræðslu- og velferðarnefnd eru verklagsreglur leikskóla Þingeyjarsveitar. Þar sem að fræðslunefnd leggur til við sveitarstjórn að leikskólum sé lokaður í 5 vikur vegna sumarleyfa og einstökum leikskólum sé heimilt að taka hluta þess tíma og öðrum árstíma og fleira. Einhver sem vil taka til máls? Knútur, gjörðu svo vel. Til sveitarstjórnarfólk.
Varðandi þessar reglur, þær eru hérna fínustu en þó eru nokkur atriði sem koma fram í samtali sveitarstjórnar hérna áðan sem þyrftu aðeins skoðunar við og þá þykir okkur eðlilegt að hérna leita til þeirra sem að kannski þurfa að vinna eftir þessu og því taljum við upplagt að vísa þessu til nefndar og samráðs við stjórnendur. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki. Þá lagt til svohljóðandi bókun að sveitarstjórn vísar verklagsreglum leikskóla þingeyjarsveitar til fræðslunefndar til frekari útfærslu. Og þessi geta samþykkt og það samþykkt samhljóða. Þá það næsti liður á dagskrá fræðslunefndar. Þar eru lögð fram drög af áætlun aðgerðir gegn einelti, kynbundnu ofbeldi og kynferðislegri áreitni. Einhverjir sem að vilja taka til máls hér? Svo ekki. Það lögð til eftirfarandi bókun að sveitarstjórn samþykkir framlögð drög af áætlun aðgerðir gegn einelti, kynbundnu ofbeldi og kynferðislegri áreitni og felur verkefnastjóra fjölskyldumála að birta reglurnar á heimasíðu sveitarfélagsins. Þessi geta samþykkt, vinsamlega skifið merki og það samþykkt samhljóða. Næsti liður á dagskrá fundar fræðslunefndar erindi frá Bjarna Árdal fyrir hönd foreldra barna í Stórutjarnaskóla og varðar byggingu sparkvallar á skólalóð Stórutjarnaskóla. Einhver sem að vill taka til máls undir þessum lið? Árni Pétur, gjörðu svo vel. Já, oddviti, ágætt sveitarstjórnar fólk. Mér langar nú kannski bara fyrst og fremst að fagna svona frumkvæði frá foreldrum og þeirra sem að standa að börnum. Mér finnst það frábært að menn sýni frumkvæði og vilji leggja til þess að bæta líðan barna og aðstöðu þeirra til náms og leiks. Þannig að mér finnst þetta bara frábært erindi og held að við ættum að reyna að vinna þessu framgang ef að kostur er. Takk. Takk fyrir það, kannski að það rétt að það komi fram og ég tek undir með Árna að þetta er einstaklega ánægjulegt erindi vegna þess að þarna eru foreldrar að bjóða í rauninni samstarf og bjóða fram mikla sjálfboða vinnu af verkefninu. En eru fleiri sem vilja taka til máls? Eyþór, gjörðu svo vel. Oddviti sveitarstjórnarfulltrúar, ég ætlaði nú bara að fagna þessu erindi og taka undir orð Árna Péturs með að þetta sé alveg frábært erindi og ég vona að verði af þessu. Takk Eyþór, fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá lagt til að sveitarstjórn feli sveitarstjóra að ræða við bréfritara og þeir sem geta samþykkt það. Vinsamlega skefið merki. Það samþykkt samhljóða. Næsti liður á dagskrá fræðslu og velferðarnefndar. Það erindi frá Dóru Rún Kristjánsdóttur og varðar húsnæði leikskólans Tjarnarskjóls. Það sem að óskað eftir aðgerðum til þess að skapa leikskólanum framtíðar húsnæði innan skólans. Einhverjir sem vilja taka til máls undir þessu lið? Arnór, gjörðu svo vel. Oddviti, já, það er auðvitað svoleiðis að bæði framboð voru fyrir kostingarnir í vor með það eða í fyrra voru fyrirgefiði á dagskrá sinni að finna varanlega lausn á húsnæðismálum Tjarnarskjóls. Það er svo sem búið að vera viðfangsefni í nokkuð mörg ár. Þannig að ég held að núna sé mikilvægt að við náum
þeirri stöðu að við getum í samráði við stjórnendur á Stórutjarnaskóla fundið leikskólanum stað innan húsnæðis núverandi grunnskóla og farið síðan á hönnunarstigið og tekið þetta fyrir þegar kemur að fjárhagsáætlun hjá okkur í haust. Þannig við getum lagt af stað í þessa vegferð, hún tekur auðvitað einhvern tíma. En það er mikilvægt að koma sér niður á staðsetninguna í húsnæðinu sem allra fyrst. Takk Arnór, eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Nú, þá er lagt til eftirfarandi bókun að sveitarstjórn vísar til bókunar á 20. fundi sveitarstjórnar þann 9. mars síðastliðinn, það er 7. liður þar. Sveitarstjórn ítrekkar vilja sinn til að koma leikskólanum Tjarnaskjóli í varanlegt húsnæði og felur verkefnastjóra framkvæmda að funda með stjórnendum skólans og útfæra framtíðarlausn fyrir leikskólan. Og þeir sem geta samþykkt þetta vinsamlegast gefið merki og það er samþykkt samhljóða. Takk. Þá er það 8. liður, 9. liður og síðasti liður í fundargerð fræðslu og velferðarnefndar. Og þar eru lagðir fram minnispunktar, eða fyrir nefndina voru lagðir fram minnispunktar stýrihóps samvinnu Reykjahlíðar og Þingeyjaskóla. Og já, einhver sem vill taka til máls hér. Ragnhildur, gjörðu svo vel. Takk, oddviti. Ég ætlaði kannski bara aðeins að fara yfir þessa niðurstöðu sem að nefndin komst að. Þetta er sem sagt niðurstöðu eftir að hafa farið yfir starf stýrihóps samvinnu Reykjahlíðar og Þingeyjaskóla og þannig maður náttúrulega að vega og meta það sem bæði það sem við höfum lært núna í vetur og bara það sem við sjáum fram á við getum gert og niðurstaðan er svo að þetta er talið mjög jákvætt, foreldrar og börn ánægð, starfsfólk ánægð, þannig að nefndin komst að þeirri niðurstöðu að næsta skólaár þá fari 9. og 10. bekkur Reykjahlíðarskóla niður í Þingeyjaskóla að vera nemendur þar og þetta er sem sagt fyrirkomulag til árs og það verður þá endurskoðað nefndinni og að öðru leyti skal líta til verðandi skólastefnu Þingeyjarsveitar. Takk. Takk fyrir það, Ragnhildur. Knútur hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórn fólk. Stórt sveitarfélag, víðfeðmt og margs konar aðstæður og aðdragandi þessa með frumkvæði foreldra í Mjósveit er búin að vera áhugavert og skemmtilegt. Þar verður ekki sagt að ein lausn dugi öllum og við verðum stöðugt að vera vakandi fyrir því að laga og bæta. Og við þurfum samt að kannski að passa okkur einmitt að vera opin fyrir því að taka stígandi skref til bóta. Vel, takk. Takk, Knútur, eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Þá er lagt til eftirfarandi bókun, lögð til. Sveitarstjórn samþykkir tillögu fræðslu og velferðarnefndar að 9. og 10. bekkur Reykjahlíðarskóla færist til Þingeyjaskóla og verði þeir nemendur þar skólaárið 2023 til 2024. Sveitarstjórn felur verkefnastjóra fjölskyldumála að taka tillit til þessara breytinga við útboð á skólaakstri. Á að loknu útboði verði sveitarstjóra og oddvita falið að leggja viðauka fyrir sveitarstjórn vegna kostnaðar við aksturinn. Með skilum á minnisblaði hefur stýrihópur samvinnu Reykjahlíðar og Þingeyjaskóla lokið starfi sínu og þakkar sveitarstjórn þeim fyrir vel unnin störf.
Þeir sem geta samþykkt þessa bókun, gefið merki. Það er samþykkt samhljóða, takk. Og þá er lokið yfir ferð og afgreiðslu fundargerðar 9. fundar fræðslu- og velferðarnefndar og síðasti liðurinn á dagskránni er trúnaðarmál, þannig að við lokum fundi á meðan.
Þá er dagskráin tæmd í dag og ég slít fundi hér með og þakka fyrir góðan fund.